Það er fínt. Já, herðu, strákarnir okkar hérna úti 19 ára landslið, hvernig hefur þeim gengið? Þú ert náttúrulega búin að fylgja þeim núna eftir, síðustu daga og gott betur en það. Já, ég veit ekki, ég fekk bara einhvern veginn mjög snemma áhuga á þessu liði, sko. Ég hef búin að tala við gömlu kempurnar okkar og fleiri svona, þegar ég var að fylgjast með U21 árs landsliðin okkar í strandgötunni, ég veitur. Og þá mitt voru menn að hæla þessu og þá voru ég að kynna mér þetta og sá bara voru náttúrulega bara hörku lið á ferðinni. Og þetta er náttúrulega bara svo gaman líka því að þetta er náttúrulega bara HM og það er bara stærsta móti sem að eitthvað lið getur farið á, einhver þjóð getur farið á og ég maður bara var svona bara spenntur að sjá svona þegar það fór að líða á þessu, hvort að þessi mannskapur myndi allur haldast heill, sko, hvort að við gætum í raun og veru bara farið með okkar sterkasta lið og svona mér sýndist það ef við gætum farið með okkar sterkasta lið þarna út og ekki myndi hefur það einin afföll eða menn myndi meiðast eða dett úr hópnum að þá hafði ég allan tíma trú á því að við myndum einhvern veginn, þeir myndi gera gott mót, sko. Þessir strákar, þeir eru fæddir 96 og 97 og þeir hafa byrjað mótið ágætlega, eða? Já, þeir byrjuðu ágætlega, þeir eru alltaf búin að spila þessar 2 leiki, mér fannst einhvern veginn sigurinn í gær á móti Spánverju, mér fannst hann stærri, mér fannst hann einhvern veginn svona, mér fannst það að vera meiri sigur heldur en þjóðverjuleikur sem þeir stöftuð á, sko. Þó að Þýskaland sé náttúrulega að meina sterkustu deild í heimi og er það og stórt nafn í handboltum, alþjóðlegum handbolta, þá einhvern veginn heilla þetta þýska lið mig ekki, sko. Nei. En það hefur það svo sem komið í ljósa. Þeir eru einhvern veginn, sko, ég held að þeir hafi komið svolítið óvart bara. Maður sá svona að það var búið að vera líka aðeins bras á þeim fyrir mótið. En við eigum náttúrulega í riðlinum okkar, í sem byrriðli eigum við náttúrulega sterkustu þjóðir eftir, við eigum normenn. Við erum að spila við Egypta á morgun og það er náttúrulega gríðarlega, það er bara rosalega sterkt að vera að koma með 2 sigur og 4 stig áður en að við mætum þessum þjóðum, sko. Venezuela er eitt leikur, við höfum engar ágjör af honum. Nei. Við vinnum hann með 15-20 mörgum. Já, það er bara þannig. Já, Venezuela er bara, það er engin fyrirstaða fyrir okkur. Og ágætt að þá bara svona, það var ágætt að byrja ekki á þeim, en í Venezuela þeir fara heim úr þessum riðli á hans að taka eitt einasta stig. Og þannig að við eigum 2 stig pottið þar inni. Þá erum við konum í 6 stig og það þýðir það einfallega að við erum komnir í 16. úrslitin. Það þarf eiginlega, eins og staðan í dag, þrátt fyrir og þó við eigum hennan leika á morgun eða í fyrramáli við Egypta, stig þar, 1 stig eða sigur, það er náttúrulega bara gulltryggir okkur inn, en eins og staðan er núna, þá þarf náttúrulega bara eitthvað kraftaverk að gerast að liðið fari ekki inn í 16. úrslitin. Þessi strákar, þetta eru náttúrulega ungi strákar, en þeir hafa flestallir það ekki spila með meistaraflokkunum hér á landi. Þetta eru náttúrulega 18-19 ára strákar. Já, þetta eru allt nöfn sem við þekkjum. Þetta er kannski, þeir voru kannski óþekktustu nöfnin í þessu sem að kannski menn áttið sig ekki alveg á. Það var markvaraparið okkar. Einar Baldvin sem kemur frá Víkingum, við erum búin að vera þar uppalinn og Víkingur hefur náttúrulega ekki verið að spila í efstu deild og
þannig að það kannski fáir sem að þekkja hann svona fyrir áhugamannin og hann hefur líka náttúrulega staðið svolítið bakvið hann aðalmarkvörður þeirra Magga í þessu fyrravetur og markvörðin þannig að þú veist já, Gretar Ari kemur þetta liðsmaður Hauka og þar vitum við að aðalmarkvörðurinn heitir Mork Gúnar þannig að Gretar Ari kannski svolítið nafn sem að við þekkjum ekki og enda kannski var það svolítið talað það fyrir mótið að þetta kannski svolítið þetta eiginlega eina spurningamerki sko. Það var bara, þú veist, ef við þyrftum að ná upp góðri markvörslu, Gretar Ari búinn að spila allan tíman, eða báða þessa leiki. Ég held að Einar Baldvin hafi verið að koma inn, hann hefur spilað einhver 11 mínútur sko. Gretar Ari búinn að standa sig mjög vel á þessu móti og núna þegar öll liðin eru búin að spila 2 leiki þá Gretar Ari með 3. eða 4. besti markvörslurinn á mótinu hingað. Já, og þannig að hann kannski að koma alþjóða óvart. Já, hann átti kannski ekki sama stórleikin í gær á móti Spánverjum eins og á móti Þýskalandi en hann var að verja á gríðarlega mikilvægum augnableikum. Hann góður svona maður á móti manni. Já. Og hann kominn, hann með yfir úr þessum 2 leikjum með yfir 30% markvörslu og það bara, þú veist, það bara fínt og En hérna markvarslan nú þingist prógramið og hérna Gretar Ari á hellinginni. Hann búinn að segja það sjálfur, hann eigi hellinginni og ég trúi honum alveg 100% með það sko. Nú maður að flétta þessum Gretar Ari upp og já, svolítið gaman að sjá það að hann greinilega vekja athygli þarna úti að því hann spilar í stuttbuxum. Já, eins og Sveinbjörn hérna og Akureyri gerði á sín tíma stuttbuxunni, já, þetta náttúrulega vekur þetta athygli að markvörður skuli standa liggur við berfættur til að verja skot sem að koma á einhverjum 10 km hraða sko, þegar hann má vera með púðabuxur sko. Já. En hérna, já, hann sagði það hérna í þessu viðtali sem við tókum við hann fjölmiðlar úti að hérna honum þætti þetta bara einfaldlega betra. Þetta ég held að það sé bara það líka. Þetta náttúrulega minna þvingun og ég hef nú ekki, þú veist, ég hef ekki lent í þessu sjálfur náttúrulega, ég ekki markvörður sko, en ég held að þetta sé bara vont fyrst sko og svo bara hverfur þetta leið á skotið farið sko. Ég ætla að vona það. En hvernig, fyrir því sem fjölmiðla, nú náttúrulega við Sunnlendinga fylgjumst grannt með okkar mönnum, Einar Guðmundsson náttúrulega þjálfa liðið og Jóndi sjúkraþjálfari og svo eigum við þarna leikminn Ómar Inga Magnússon og Elvar Örn Jónsson og Nökkvi Dan Elliðason. Nökkvi kemur inn í liðið bara á síðustu stundu. Hann vinstri hornamaður, það svona hann ekki spila mikið og ekki búinn að skora en ég held að sé gríðarlega sterkt fyrir og hafi verið mjög sterkt hjá Einari að taka Nökkvi inn. Nökkvi fjölhæfur leikmaður. Hann getur spilað þú veist, hann getur spilað utan á líka. Það má taka hann úr horninu. Kannski helst í gallir hans að hann ekki nema 1,40 eða eitthvað sko á hæð. Já. Og hann mjög lítill. Já. En hérna bara gríðarlega sterkt lið og náttúrulega Ómar Ingi einn af, Ómar Ingi 3. markahæsti maður mótsins í kvöld. Þannig að hann að gera sitt gagn hana? Já, hann náttúrulega gríðarlega örugg vítaskytta, hann sko 3. markahæsti maður, hann tekur náttúrulega öll víti Íslands og búinn að gera þessi 2 leikjum, hann nú ekki búinn að skora, það nú ekki nema bara 5 víti sem hann búinn að skora. Ég skora 5 vítum og af þessum 13 mörkum sem hann búinn að gera. Óðinn að slá í gegn á láti fyrst mér. Hann hérna hægri hornamaðurinn okkar. Hann komið líka með 13 mörk og hérna í 3. og 4. seti yfir markahæstu menn. Bara frábært það verður bara frábært að fylgjast með honum í vetur. Hann náttúrulega verður að spila í efstu deild í hérna með Fram og ein af þessu stóru styrkingum sem á Fram var að vingu með Þorgrími Smára, þess að hann spilaði með HK
í fyrra vetur og ég held að það verði ennþá meira áberandi sko. Þetta hörsku leikmaður. Hvernig gengur þjálfaranum, Selfyssingnum Einari Guðmundssoni svona að halda utan þessa stráka? Ég svona búin að vera í smá samskipti við Einar og ég veit ekki hvort hann verður nettpirraður á mér, ég veit það ekki. En nei, hann ég náttúrulega bara skal alveg viðurkenna það fúslega. Ég svo sem hafði ekki, fylgst með hans störfum mjög, lengi í gegnum félagsliðið eða annað. Ég náttúrulega vissi að hann var þarna frá Selfossi og ekkert langt síðan hann var að þjálfa þarna. En ég held að liðið eins og í dag, þetta ekki bara þetta HM-móti, þessi 2 leikir HM sem eru búin að vinna. Þeir rúlluðu upp opna Evrópumeistaramótinu sem þó hafði verið æfingamót í Svíþjóð. Þeir vinna báða æfingarleikina úti í Katar. Þetta lið búið að vera taplaust núna í marga leiki sko. Og það gríðarlegur ægi á þessu liði og einhvern veginn þegar ég hefur að heyra í strákunum hann úti núna hann heldur þessari bara stemmingu í hópnum, það eru einhvern veginn allir bara svona, það eru allir með eitt markmið sko. Og þeir hafa gefið það út strákanir og gáðu það út svona, að það væri náttúrulega, þeir eru náttúrulega bara, svona einhver pólitísk klísja hjá þeim að þeir ætluðu bara, upp úr riðlinum og í 16 úrslitin. Ég veit það alveg, það aldrei neitt eitthvað eina markmiði hjá þeim sko. Þeir ætla miklu lengra þetta lið, en við erum með þarna bara, við erum með bara svo, eins og sagði ráðan, þetta eru mikið af mönnum bara sem við þekkjum. Kynntust Kristjáni Erni, skiptu úr Fjölni, kynntust honum vel í fyrravetur. Birki Benediktsson sem afturhending, Ómar Ingi sem segir, vorum að tala úr Val. Við erum með atvinnumenn þarna, Hlynur Bjarnason, við erum með Sigtrygg. Þetta eru bara, þetta náttúrulega strákur sem að vakti athygli mína svolítið í fyrra og kannski svolítið í bikarúrslitahelginni í fyrra. Hákon Daði úr IPVF, hornamaður. Hann er búin að bara búin að spila feikilega vel. Ég gleymdi náttúrulega að telja hann upp áðan. Hann er uppalinn bara. Ég bara steingleymdi honum óvart. Hálfbróðir hans Beðist alla í að manna afsökunar þessu. Ég veit ekki hvort þið ættin sem þeir ekki verða. Þetta flottuleikmaður og bara gríðarlega svona bara maður svona vekur svolítið athygli bara hvað hann kátur og léttur og einhvern veginn alltaf í góðu skapi sko. Og það held ég að það sé bara svona þjálfara teymið og allt teymið þann úti, það einhvern veginn, það að halda liðinu svona sko. Og við erum ekki, þetta lið, það meiðslalist, Egill náttúrulega detta svolítið út núna. Egill Magnússon þá? Hann spilar ekki við Egypt á morgun, hann er sem sagt. Það eitt leikmaður, allan var hann öflugð með Stjörnunni í vetur? Hann var náttúrulega bara, hann náttúrulega stimplaði þinn sem bara einn af betri leikmönnum deildarinnar í fyrra. Þáttur að Stjarnan hafi fallið, þá vakti hann athygli og enda hann farin erlendis og að spila úti og næsta vetur og þetta bara frábær handboltamaður og það náttúrulega stærst áhugjefni núna, hann að vísu búin að vera að glíma við meiðsli áður og þá hnéð búið að vera að angra hann. En þessi meiðsli sem hann að glíma við núna annars eðlis, þetta öxlin sem hann fékk í leik á móti Spánverjum og hann þarf að hvíla allavega á morgun. Ég veit ekki hversu alvarlegt þetta eða hvort þetta eigi að hvíla hann á móti Egypt á morgun. Við vinnum Egypt á morgun þó við notum ekki Egil og það þá bara betra að hafa hann þegar við lendum í stóruleikjunum að mínum mati. Enda hann svona spilaði svona lítið á undirbúningstímabilinu
hann spilaði ég held að hann spila 2 leiki hann spilaði bara 2 leiki úti í Svíþjóð og opnaði Evrópumeistarmótið, hann spilaði bara við Svíþjóð og Spán og en það er grundvallaratriði að hann náttúrulega haldist heill sko og við getum notað hann þegar við komum upp úr riðlinum. En Lúther, þú heldur áfram að vakta þessa stráka eða ekki inn á 51.is. Ég sé að þetta er ekki skrifað með bókstöfunum. Nei, með tölustöfunum. Nei, það er bara FINN. Já. Það er bara óeinfalt. Það er bara linkur elstu síðan sem heitir bara strákarnir okkar. Og þá er þetta bara að sjá allt niður og öll við töl og svona. Já. Þannig að þetta verður bara mjög skemmtilegt því að núna náttúrulega fyrir að svona styttast í það að riðlakeppnin fari að ljúka. Það er náttúrulega 3 leikir eftir og þetta er eiginlega bara spurning núna sko í hvaða sæti við lendum í riðlinn. Ég held svona mín spá að Normenn haldi efsta sætinu, þeir eru í efsta sætinu núna, þeir haldi því og það er allt í lagi. Við erum í því þá öðru og 3. sæti og ef við förum upp úr riðlinum sem lið í öðru eða 3. sæti þá erum við í fínum málum. Ef við förum upp úr riðlinum í 4. sæti þá erum við í mjög slæmum málum. Þá fáum við Ungverjana sem að eru efstir og þeir koma til með að sigra A-riðilinn. Því að við fáum alltaf Ísland fær alltaf lið úr A-riðlinum eftir riðlakeppnina í okkur og það er eiginlega eina liði sem að við viljum ekki lenda móti og gætu gert þennan svona stóra drauma að svona einhverjum erfiðleikum, það væri að mæta Ungverjum. En það einhvern veginn við megum mæta öllum liðum og þá er það eiginlega bara við mætum þá Svíþjóð. Þetta er alltaf rosalega opið með minni gætum fengið Pólverja, Serbíu, Suður-Kóreu, þetta skiptir okkur engu máli. Bara ekki Ungverja. Já, þetta lið mætti Svíþjóð það ekki í úrslitaleik í undirbúningstímabili eða svona undirbúnings fyrir þetta heimsmeistarmót. Jú, unnum þá og eins og unnum Spánverjana og þetta ræðist svolítið eftir leikinn á morgun. Við getum tryggt okkur þetta, eins og ég segi, ég sá það bara strax eftir Spánverjaleikinn í gær, þá eru komnir í 16. úrslitin, það þarf ekki að fara mikið, þetta bara skiptir öllu máli að lendi mér rétt að sætinu. Og Egyptar náttúrulega bara mæta brjálaðir til leiks á morgun, þeir eru bara án stiga í riðlinum og það er seinasti séns fyrir þá að gera eitthvað til að koma sér inn upp úr riðlinum. Það er að sigra á morgun. Ef þeir tapa múti Íslanda morgun, þá eru þeir farið heim. Að mínum mati. Það er bara þannig. Þannig að þetta verður bara erfitt. Lúther Geirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum allan til þess að fylgjast með strákunum okkar. Það er inn á 51.is, því haldið áfram að vakta þá. Já, og svo eru allir linkar inn á HSI síðunni. Það er hægt að sjá einhverjir inn á HSI síðunni, það er hægt að sjá linka inn á heimasíðuna HM-mótils og ágætt að minna það er að horfa á alla leiki Íslands beint og þeir sem eru í sumarfríi þeir náttúrulega bara horfa á klukkan 9 í fyrramálið. Já, ákvæmlega. Þannig að vakna 9 í fyrramálið og fara svona núna. Vakna 8, hefði upp á, græði sig. Nákvæmlega. Lúther Geirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Takk. Já, sportátturinn verður ekki lengra sinni, þakka ykkur kærlega fyrir hlustunin í kvöld, minn ykkur að hlusta á næsta mánudag, en svo er náttúrulega fullt af dagskrá hjá okkur á Suðurland FM síðunni, Facebook síðunni, það er alltaf eitthvað að gerast alla vikuna og allar helgar hjá okkur og sumar eða sjálfsögðu tíminn og við munum að sjálfsögðu fylgja ykkur í það sem eftir er sumars og gott betur en það. En ég heiti Gestur Frali, þakka ykkur fyrir hlustunin í kvöld og við heyrumst hress og kátt eftir viku. Og minni enn og aftur á leikinu sem er framöndan hjá sunnlensku liðunum okkar. Það er, næsti leikur við byrjum á, í Pepsi-deild kvenna. Það er náttúrulega bara leikur strax á morgun hjá stelpunum okkar hér á Suðurlandinu. Við erum náttúrulega minni allan að kíkja á leikinu á morgun í sjónvarpinu klukkan 9 eða á netinu og horfa á strákan okkar. Það eru náttúrulega nokkrir sunnlenskir fulltrúar þar í því liði.
Það allan að Þróttur Reykjavík Selfoss annað kvöld í Pepsideild kvenna klukkan korter yfir 7 og svo það náttúrulega næstu helgi þá náttúrulega úrslitaleikur en það ekki sunnlenslið, það KR og Valur sem eigast við í Borgunarbikar karla í úrslitaleiknum nú í fyrstdeild karla og það upp hvenær næstu leikir eru hjá Selfoss og IPVAF, það lykilatriði hér næsti leikur hjá IPVAF liðinu núna Get KR það nú eftir 10 daga þeir áttu náttúrulega bara leiki í gær næsti leikur Selfoss gegn Káa þá fá þeir Káa norðamenn í heimsókn á föstudaginn klukkan 6:30 Ægir Þorlákshöfn á næsta leik núna á laugardaginn klukkan 2 þar sem þeir heimsækja KF og í þriðju deildinni þar hefur KFR og KFS bæði að spila KFR frá Hvolsvelli og KFS úr Vestmannaeyjum og næstu leiki þeirra á miðvikudaginn Reynir Sandgerði KFR klukkan 6:30 Berserkir KFS á Víkingsvellinum klukkan 6 og svo það í fjóru deild karla þar hefur við þrjú lið Hamar, Árborg og Stokkseyri og næsti leikur Hamars gegn Kóngunum eftir 2 daga sá leikur klukkan 7 á Framvellinum og næsti leikur Árborg gegn IH það algjör úrslitaleikur í Kaplakrikavelli þannig séð hver ætlar að taka toppsætið 5. daginn klukkan 7 stórleikur en ég þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld njótið vikunum sem framöndan Gulli G tekur við hérna í fyrramálið klukkan 9 Húsasmiðjublaðið komið út. Gerum allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan